Hér nær markmaður Reynir Sandgerði boltanum og við erum komið myndil aftur á. Það er bara jákvæmt. Reynismenn hérna með boltan, spila honum á milli sín en Þróttarvörnin mjög góð. Og hér gætu Þróttar að sótt með hröðum mönnum. Hér vilja Þróttar að fá brot eða fá aukaspyrnu en fá það ekki. Og hér er allt búið galopnast og þeir eru búin að skora. Reynir Víðir er búið að jafna leikinn í hörkuleik eftir 14,5 mínútu. Og þetta var góð sókn hjá Þrótturum, nei hjá hérna Reynir Víðismönnum. Það er spurning hvort þetta kveiki ekki einhverju svakalegu lífi í þennan leik. Hér held ég að dómari leiksins sé búinn að flauta af, já hann er búinn að því. Það er okkur að 10 sekúndur eftir, hann er eitthvað að drífa sig. Nú er leiktíðin búinn hjá okkur og við tökum okkur örstutta pásu og komum með seinna hálfleikinn ferskan. Hér er síðari hálfleikur hafinn. Stutt pása sem liðin tók sér. Dómari leiksins flauta leikinn bara leið á. Hér er Reynismenn að sækja. Þeirra leikur hérna aðeins var að batna svona síðustu mínútur fyrirleiks. Þeir voru náttúrulega lentu undir í leiknum. En mjög vel gert hjá þeim að koma svo tilbaka. Hér fá Reynismenn aukaspyrnu, setja hann á teiginn. Þessi boppar í gegnum alla og fer bara að hérna brot.
brot eða hvað, hann að dæma bara dæma aukar spyrna að mér sýnist. Þróttar spyrna boltanum langt fram völlin og hér mikið kapplaup. Mér sýnist Þróttarna hafa betur. Kemur boltanum fyrir, þetta stórhættulegt og hann hittir ekki boltan í dauðafæri. Þarna þurfa menn að vera aðeins meira vakandi. Það er alltaf að setja boltan inn. Það hefur verið sterkt á Þrótturum að skora mark, skora annað markið sitt, komast yfir. Hér Reynismenn, nú geta þeir sótt. Hér kemur fínn bolti fram á við og upp kantinn, reynar að setja hann fyrir en þessi fyrir að varna var aftur fyrir hotspinna sem að Reynismenn fá. Já, það hefur nú að gerast í þessu leik. Það voru Þróttar sem komast yfir þessu leik en Reynismenn jöfnuðu fljótt undir lok fyrri hálfleiks. Mjög jafn leikur. Tvö hörkulið að mætast. Það nóg eftir ykkurar 12 mínútur og það getur allt gerst í svona leikjum. Ég minna það ef leikurinn endar svona eða bara jafntefli þá förum við í vítaspyrnukeppni og við erum búin að fá sem betur fer eru búin að fá nokkrar vítaspyrnukeppnir hérna á KTV, einhverjar 3, allar mjög skemmtilegar eins og þær eru nú flestar. En það eru Þróttar sem að sækja þessa stundina. Hér kemur fín skottilraun þarna en hún fer yfir markið. Hér geta Reynismenn komið í sókn. Kastar hann hérna inn á völlin. Já, hérna skot í andlitið og hann heldur bara áfram. Lætur ekkert svona smottir yfir áhrif á sig. Og hérna kemur skot en lítil hætta þarna. Fín tilraun hins vegar og hér fer boltinn af Þróttara og út af. Það eru Reynismenn sem fljótar að taka engastið. Þeir eru ákveðnir hér Reynismenn í að skora annað mark og komast yfir. Hér kemur boltinn inn á Reynismenn
Reynismenn að færast nær markinu. Og hér hörkufæri. Og hér misjafn sending. Skotið, þetta rétt framhjá. Þróttarar geta aðeins róa leikinn hérna. Þeir þurfa sjálfsögðu mark líka til að vinna þetta í venjulegum leiktíma, en ef hvoru liðinu ætla tekst að vinna í venjulegum leiktíma þá geta þeir reynt það í vítaspyrnukeppninni. Franska deildin mjög skemmtileg deild. Hér koma Reynismenn hratt upp kantinn. Sendingin, nú finnst að koma fyrir, en Reynismenn halda boltanum og skoti. Og þetta frábært mark. Reynismenn eru komnir yfir 2-1. Frábært mark. Pínu heppni stimpill þarna með kannski, en það oft ekki að spyrja því í fótbolta. Einfaldlega bara vel gert, og þeir hafa bara satt bært að segja að verið mun líklegri aðliði hérna í síðari hálfleik. Jöfnunarmarkið í fyrri hálfleik hefur greinilega gefið þeim auka búst til að halda áfram. Og hér eru bara að vinna boltan aftur. Þróttarar mega ekki gefast upp, þeir verða að halda áfram. Hörku bolti fram. Kannski upp á leikjali gera að vera skemmtilegt að fá mark frá Þrótturum. Upp á það að fá meiri spennu og fara með þetta í vítaspyrnukeppni. Og líka bara fleiri mörk. En Þróttarar verðast ekki alltaf gefa, Reynismenn verðast ekki alltaf gefa neinn færi á sér. Hér eru þeir fljótir að fara fram á við, og hér allt að gal opnast. En Þróttarar fljótið tilbaka og brjóta, og það aukaspyrna á mjög fínu stað fyrir góða spyrnumenn. Það spurning hvort allir bara að reyna að skjóta þessu á markið. Ég hef nú hingað til yfirleitt séð menn bara láta vaða þessu færi. Þetta eru hörku leikmenn og stutt færi. Hér tekur hann rólegt til hlaup og boltinn yfir vegginn og rétt fram á stönginni. Fín spyrna þarna. Þá verða Þróttarar að gera eitthvað. Fyrir boltið langt út af. Hér geta Þróttarar sótt, en hörku vörn og kannski aðsvöggil harka í þessu því að það brot. Hér fáðu bara aukaspyrnu á fínu stað til að koma hún líklegast kannski bara inn í. Þykir það svona líklegra, en það aldrei að vita. Hér hann bara hlæð skot. Og maður sér það að þó svo að þessi færi virka löng, að þá þetta ekkert það langt fyrir þessa menn, því að þessi menn eru orðnir það sterkir í fótunum og þeir eru komin með fíla tækni líka við þetta. Þessu tilfelli dreifum svo of langt, skaut boltanum yfir markið. 4 mínútur eftir.
og Reynismenn eitthvað tæpir hérna í vörninni. Þróttar að vinna boltan. Hér geta það snúið, gera það og dauða færi. Frábæri tækling á síðustu stundu. Veit nú ekki hérna hvort að brot hafa verið að ræða. Held nú það hefur bara verið frábær tækling. Dómari leiksins allavega segir að þetta sé bara innkast. Innkast. Hér fá þeir annað innkast á svo kallað dauða færi hjá Þrótturum til að jafna þennan leik. Og hér vinnaði boltan aftur. Þróttarar, en Víðismenn, Reynir Víðismenn mjög öflugir til baka. Og við erum með hörku vörn, flotta leikmenn á sínum snærum. Og hér kemur sendingin upp til að halda þessu ekki inn á og ágætla Reynismenn að róa hana leik niður þegar að inn á við 3 mínútur eru eftir. Hér er hörku tækling og Þróttar að vinna boltan. Þeir vitaði lítið eftir og þeir þurfa á mark. Hörku flottu leikur sem við erum búin að vera að sjá hérna. Hér spinnir markmaður Þróttar að boltanum fram. Og hér er hörku barátta en Þróttarar verða að fá boltar á sína eigi leikmenn og nú geta Reynismenn bara að halda boltanum eða hvað. Ætla að sé að fara í skotið. Fínt skot hann að góð tilraun. En nú verða Þróttarar að fara í sókn, það er lítið eftir. En og aftur og þetta er hörku skot. Þetta var frábær tilraun hann og boltinn ofan á þaknetið. Mjög flott skot hérna hjá Reynismönnum. Þetta eru sekúndur sem töfum með þeim en það er mínúta eftir hérna hjá okkur í þessu leik. Það eru Reynismenn sem að vinna leikinn svo en þeir eru hotspinnu. Skorið þeir úr hotspinnu þá eru að fara í vítaspinnu keppni. Hér er bara spennandi að sjá. Boltinn inn á teiginn og þeir ná þessu held ég ekki. Og það eru Reynismenn sem eiga innkastið hálf mínútu eftir. Það verður sterkt hjá Reynismennum að fara með sigur hér. Það verður að geta orðið mjög sterkt. Hér skot fram og nú þarf bara markmaður Þróttar að spinna boltan langt fram. Gerir það. Og þessi bolti, leiktíminn er liðinn. Og hér flauta dómari leiksins leikinn af. Það eru Reynir Víðismenn sem fara með 2-1 sigur á Hólmi í bráðfjörugum leik í frönsku deildinni. Og hér getum við nú aðeins hleypt þessum myndum að lifa. Flott fagnaðarlæti þarna hjá Reynismönnum.
Heyr mína bæn spila hérna þegar liði gangin á völlin. Það eru Þór 5 á móti KR 8. Og þessi leikur í grísku deildinni og þetta verður bara hörkuleikur. Gaman að hlusta á þetta. KR-ingar taka sig mjög alvarlega og spila Heyr mína bæn eins og þeir gera hjá meistaraflokkinum í Pepsi-deildinni. En leikurinn komin á stað. Það eru KR-ingar sem byrja með boltan. Þá Sara vinnan tilbaka. Þá það alla Lukas í baráttinu sýnist mér. Og hér hörkuskot. Þessi var inn í horn. Hér gefur boltinn á teginna, detturlaus og KR-ingar með skotið. Þetta vel varið. Þarna var það Tómas eða Jósef sem átti skotið. Já, það var Tómas Kári sem átti skotið. Og hér fljótur hann og þetta frábært mark. Frábært mark frá Jósef. Glæsilegir KR-ingar. Setja þetta bara hörku mark. Þetta mikilvægt mark fyrir KR-inga og mikilvægt mark fyrir leikinn. Nú hljóta Þórsar að fara að koma sér fram á völlin og reyna að fara að ógna marki KR-inga. KR-ingar nú bara fljótir að vinna boltan aftur. Jósef kemur boltanum út á kantinn á Lukas. En Lukas stöðaðar á örstundu. Mér syns bara Lukas Lukas klæðir sér á vellingunum og bara tilbúinn að taka innkastið. Ætlar að fleiða þessu fram á við. Gera það vel, að reyna að finna félaga sinn Jósef. Hér það nú ekki. Það fá annað kast, Jósef með boltan. Jósef reynir að setja hann upp kantinn en þar komast Þórsar inn í boltan. Það eru Þórsar sem hefur innkastið. Hér boltinn svolítið út af. Við viljum nú meira hafa inn á vellinum. Hér Jósef að vinna boltan vel. Jósef ennþá með hann. Finnur að mér sýnist Lukas. Og Lukas fær boltan en Þórsar með fína vörn en Lukas heldur boltana þó. Og einhvern veginn hann að prjóna sig gegnum þetta hérna og fellur sig við. Hann dómarinn hristir hausinn og segir Lukas að standa á lappir. Og Lukas gerir það nú. Þetta er flottur gaur. Hér hvað bolti farin út af. Og Jósef með boltan setur hann á tegin. Þórsar að koma þessu valla út úr tegi í fyrsta hreinsinu, komið í annari. Og þá eru KR-ingar mættir. Þórsar setja hann í innkast. Góð byrjun á þessum 4 leik. Og það eru 4 mínútur liðnar.
og allt getur gerst. KR með fínt færi hérna til þess að komaðist í 2-0 hornið, en hornið flýgur yfir allan pakkan og yfir hinum megin. Hér er Jósef búinn að vinna boltan. Jósef allt í öllu hérna á hægri kantinum. Kantinum fjær okkur. Þá koma Þórsarinn sókn. Hann er hundeldur hérna af Ólafi og félögum og það er Lukas. Og Lukas hótar að setja hann á Jósef, heldur áfram en finnur Jósef núna og Jósef tekur hérna eina stertingu til hliðar og hörku skot, en þessi yfir. Vel gert, flott sókn KR. Og mjög góð sókn þarna, Þróttar komin í spil. En boltinn ekki á markið. Hér Þórsarar bara ná ekki alveg að koma boltanum hann í burtu. Og Jósef með boltan, Jósef er enn aftur með skotið en boltinn rétt fram á markinu. Hörku skotmaðurinn Jósef. Hér er komið með boltan Lukas, en Lukas þarf að teygja sig þarna aðeins í boltan og setur tálna í boltan. Og hér er Lukas og hér er frábært skot. Jósef að gera sitt annar mark í þessu leik og enn og aftur er Jósef að skora. Hörku skotmaður, hann er búinn að sýna það á þessu móti. Frábær leikmaður með eitran hægri fót og hann hefur verið að nýta hann vel í þessu leik og er búinn að skora 2 mjög flott mörk fyrir KR. Og nú þurfa Þórsarar heldur betur að rífa sig í gang. Hálf þreytulegi Þórsararnir labba þarna aftast. Fremstu menn eru bara labbandi. Hér er hörku barátta, vinnur boltan hann af Jósef. Þá getur hann sótt hratt. Hann hefur bara fínan tíma og fínt pláss, en þetta skot er framhjá. KR með boltan hérna. Sýnist þetta að vera hann Ólafur. Setur hann Jósef, Jósef finnur Lukas. Fínt að þekkja Lukas þarna, hann er í ómerktri treyju. Og hér er Jósef, hörku skot í þverslána. Enn og aftur er Jósef að nota hægri fótann á sér. Sveiflar hann aftur og hann er hissa á þessu og hann hlær bara. Skemmtileg gæi. Þórsarar sleppa heldur betur vel þarna og hér er bara mistöki á markmanni og Lukas hefði geta gert aðeins betur þarna, en kannski ekki alveg átt að sá hann að fengi boltan svona hratt þarna. Og Fransisk komin inn á. Heyrðu, það er einhver aðgangur hann í tegnum. Dómari verður nú að hafa augu þarna og boltinn á nærsvæðið. En Þórsar skallar í burt og þeir halda honum inn á. Hér kemur fín sendingu upp og hérna fer boltinn í gegnum varnarmann Þórsara. Nei, varnarmann KR og Þórsarar sækja hratt og hér eru Þórsarar nei, boltinn rétt framhjá
Já, það er ekki hægt að segja að Þórsar sé ekki búin að hafa færi. Þeir eru búin að hafa mjög fín færi í þessum leik. Þeir verða að gjöra svo vel að nýta þessi færi sem þeir fá. Það er alltaf veita KR-ingum einhverja samkeppni eða. En KR-ingar heldur betur heppnir hérna og leiða ennþá 2-0. Hér spinnir Hlynur boltanum inn á miðsvæðið. Francis greinir að ýta í Þórsaran, en Þórsaran lætur þetta ekki trufla sig og er fljótur að koma boltanum áfram. Og hér hljóta Þórsarar skora. Þeir gera það. 2-1, hörkuleikur. Frábær sókn hjá Þórsarum. Og Þórsarar eru komnir inn í þetta. Og þetta er orðið leikur aftur. Þetta er þessi þurfti leikið að fara markja báðalöfum. Og tíminn til einar og 3 mörk komin í mjög skemmtilegu leik hérna. Við erum að sjálfsögðu í grísku deildinni. Og hér eru Þórsarar að komast í sókn. Fín tilþrif. Og boltinn berst á Þórsara. Og þessi fer, já, verðist að fara beint út af. Ennþá það. Ok. Hér er Franciskan á boltanum, gerir vel. Sterkur Fransisk. Og Pappjörn verður hans skráður fyrirlið. Spurði hvort það sé búin að setja fyrirliðabandið á hausinn. Það var nú skemmtilegt að það myndi gera það. Nýju leið til að vera fyrirliði. Hér er aukaspyrna dæmd á KR-inga. Þórsarar liggur hér eftir. Sárþjáður. Spurning hvort það sé nokkuð eitthvað alvarlegt. Vonandi ekki verið Þórsarana. En KR-ingar byrjar að leika miklu krafti og skoruðu 2 mörk. Þórsararnir áttu engi svör við þeim. En svo síðustu mínútur hafa Þórsarar að koma sér meira og meira inn í leikinn og eru búin að minnka muninn í 2-1. Og 3 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Og svo eftir það er náttúrulega alltaf seinna hálfleikurinn eftir, þannig að við vonandi fáum bara 3-4 mörk í síðari hálfleiki líka. Það var nú bara skemmtilegt. Hér liggur Þórsari en þá eftir. Hann er farin út af, heldur hnið, það er nú ekki, það er ekki jákvætt. Og Þórsar koma boltanum fram og hér er stoppað. Hér kemur Ólafur með sendinguna en hann finnur ekki liðsfélaga sinn. Og hér það er svona spurning. Þórsarar hérna með fínt plássunum miðsvæðan, nú getur það komið honum yfir en vel stoppað hérna hjá Tómasi. Og
Tómas á hörku spretti hérna, en Þórsarar gera vel og komast í veg fyrir þetta. Hörðu, hér einhver hasar í þessu. Bara skemmtilega fyrir okkar áhorfendur að horfa á smá hasar. Hasar barátta mörk. Skemmtilegur, og hér eru Þórsararnir, hér hefur hann fínt færi. Sýnst þetta vera Hákon. Og flott skot vel varið og þeir fylgja eftir, en þessi bolti framhjá. Dauða færi hana og algjör klaufi hana, hitt ekki á markið. Hér Fransisk með boltan. Og hér Fransisk með boltan og hörku skot upp úr engu þarna hjá Fransisk. Ákvað bara á örstundu að skjóta boltanum og gerði það. Það fer strax í Já, afsakið þetta, það búið að flauta til hálfleiks. Síðan við það að hefjast. Það eru KR sem leiða 2-1 þegar það hlé. Og síðan okkur að hafinn, það eru hvítur og rauður Þórsarar sem byrja hann leik. Og hér boltinn farinn út af. Boltinn farinn út af. Hér Lukas. Lukas með yngastið. Fransisk tekur hann á kassan. Hörku barátta hérna. Og Kjartan hérna vann síðan boltan og hér komaði langur bolti fram. Og Lukas að flikka honum fyrir og Lukas flikka honum bara sjálfan sig hérna. Og hér eitthvað miskilningur hjá Þórsarum. Og þetta sá nú dómarinn að dæma óbeina og minna þarna á hann. Minnst nú alltaf að dæmi þá bara líka á þetta. Og hafi jafnræði með dóm sínum. Á flautar hann og þetta hörku afgreiðsla á Fransisk. En því miður fyrir KR búið að flauta. Þarna sýndi Fransisk flotta takta og bara brautast í stöngina þarna.
Hér Jósef að vinna boltan en tínur hún síðan þarna og Kjarta kæst inn í þetta. Kjarta nær boltanum aftur meðan hann á vinstri kantinum. Setur boltanum Jósef á miðunni og Jósef Kjartan heldur hann inn á, vel gert Kjartan og aftur, nú þarf að koma fyrir eða eitthvað, Kloppi nær hann hins vegar ekki aftur. Þá kemur Jósef, fýtt boltin á tegin og Lukas Lukas spritt frá því hann á boltanum þarna og KR-ingar óhefnir að skora ekki sitt þriðja mark í þessu leik. KR-ingar fljótar að vinna boltan aftur. Þórsarar svolítið að byrja seinna leikinn og svo byrjuðu þann fyrri brothættir í vörninni og seinir tilbaka. Og hér eru KR-ingar í sókn. Jósef er ennþá með boltan. Jósef Franzisk og Jósef hann eitthvað að taka boltan og Franzisk með fínt skot. Þórsarar öflugir tilbaka og stoppa þetta en hér hins vegar geta Þórsarar sótt en mjög góð vörn þarna hjá KR-ingum. Þetta er Þorri líklegast þarna í vörninni eða Tómas, ég er ekki viss. Hér Þorsteinn færa hann út á hægri kantinn. En halda þess ekki inn og Þórsarar fá innkastið. Þetta er næst síðasti leikur okkar á KA-TV í dag. Búið að vera flottur laugardagur, fótboltalega séð nokkra vítaspyrnukeppnir og það er ennþá möguleiki á fleirum. Þetta gera vel, frábær snúningur. Lukas lítur alltaf á mannin og í stað að hugsa meira boltan. Hér kemur markaskorari. Já, hér kemur skotið markaskorari KR-inga. Jósef finnur Franzisk sem tók síðan skotið en Jósef búinn að vinna boltan aftur hérna og Jósef með skotið og markmaðurinn heldur honum ekki og Þórsarar að koma þessu í burtu. Þó ekki langt og eru ennþá undir mikilli pressu frá KR-ingum. Þórsarar verða að koma fram þarna. Vel gert hjá Þórsarum en Þorsteinn kemst inn í þetta og losa boltan. Jósef tekur boltan þarna, klókur. Franzisk gerir þetta mjög vel og Franzisk með hörkuskot og Franzisk er búinn að skora. Hann skoraði áðan ólöglegt mark. Það var dæmt á aukaspyrna en hann gefst aldrei upp, hann Jósef. Nei, hann Lukas. Og afsakið og Franzisk, eins og ég segi, Franzisk gefst aldrei upp og kemur hérna með hörkuskot og kemur KR-ingum í nokkuð þægilega stöðu, 3-1 en það er ennþá 10 mínútur eftir og við höfum nú séð lið breyta leikjum á innan við 10 mínútum. Þeir þurfa 2 mörk eins og að Þórsarar og þeir geta það alveg og hérna geta þeir minnka þetta en þetta er ekki gott skot í miður. Og Þórsarar með hornið fyrir sem bolti burt.
Já. Leik Þórs og KR endaði 4-3 fyrir KR-ingum, hörkusigur þar. En næsti leikur okkur er Tindastóll 2 á móti HK 8. Við komum aðeins og seint inn í þessu útsendingu og hér eru HK-ingar að frábært færi en skotið í stöngina. Tindastólar koma boltanum í burtu og hér geta sótt upp kantinn. Það verður rít úr þessu. En við byggjumst vel um einhverja því að hljóða hjá okkur datt út undir lok síðasta leiks. Bara tæknilegir örðarleikar. En við erum on núna. Það eru Tindastólar sem er í sókn. Hér tínur að boltanum aðeins, kemur fín sending en stólarnir hitta boltan ekki þarna. Góðu færi. Í góðu færi. Og hérna ekki lengur. Og hér er freka lítið að gerast. Hér er brotið á stólarmönnum frá Söðakróki. En við minnum á það að þetta er síðasti leikur okkar á KA-TV í dag. Þannig frábæra laugardag. Föstudag afsakið. Og hér kemur boltinn yfir. Já, það er víst föstudagur þá. Þó svo sé laugardagur í mönnum. Hér. Hér er bolti farið yfir á fjær frá okkur séð. Ekki fál. Já, allt í besta lagi hér. Það er svona lítið að vera í leiknum en mikið maður í bílnum hjá okkur. Hér er boltinn bara, ja, ekki bara við markið, heldur yfir girðinguna líka og alla leiðir í Lundarskóla. Og hér koma boltanum ekki alveg yfir, fá annan séns, nýta hann vel og boltinn er kominn á völlinn og hann er kominn í leik. Ekki nema 4 mínútur liðnar af þessu leik sem þýðir að fyrri hálfleikurinn er mjög ungur og þá sérstaklega leikurinn. En hér eru stólamenn með stór hættulega tilraun hana. Þessi bolti yfir. Hér nei. Hér, já, það er
lítið að gerast í þessu leik. Við viljum fá aðeins meiri spennu og aðeins meiri fótbolta. Hérna kemur hörku tækling. Það eru HK sem vinna þetta innkast. Ævar fljótur að koma í leik. Vilhjálmur kemur hann hratt í leik. Já. Þetta er svolítið svona leikur sem að bæði lið er að reyna. En svo sem þannig sé lítið færi. Hér kemur fítboltinn á nærsvæðið og þessi endar í stönginni. Sjá nú ekki hvernig hann rataði þangað. Hér kemur, já, hann hóta skotinu hann vel. Fyrst líklegt hann ætlaði nú bara að skjóta honum. Hér er hörku barátta milli tveggja flottra leikmanna og hér fer boltinn á markmanni og í horn. Þetta er skemmtilegur leikur, en til að gera skemmtilegur þurfum við mörk. Hér kemur boltinn út í teginn. Hér náðu skotið sem fyrir í fyrsta varnarmann og aftur og þessi er inni. Það eru HK-ingar sem eru komnir yfir. Frábærlega gert hjá þeim. Og það eru HK-ingar sem eru búin að ná fórustinni í þessu leik. Og það er spurning hvernig stólarnir svara þessu. Tindastól 2 á móti HK 8. En töluvert fleiri lið sem HK-ingar eru með. Og hérna er frekar gróf tækling. Þetta er bara bannað. Það er svona með takkana á móti. Veit ég ekkert hvað er í gangi. Þetta er markmaður allan að stanna á lappir, markmaður stólana, og það er bara jákvæð tíðindi fyrir stólana. Þetta hörku markmaður. Hér er stólarnir að byggja upp sókn. Hér eru HK-ingar, þeir geta bætt marki og þeir eru svo nálægt í þarna. Það þurfti eina litla táð þarna til að byggja boltanum inn, en þeir fá hotspennuna boltinn og þeir hættulegu bolti sem stólarnir koma ekki nógu vel frá. Hér er, hvað er í gangi þarna? Boltinn endar hvar? Mér sýnist búið að dæma, mér sýnist markmaður stólana var komið boltan í hendunar og það var reynt að sparka hann úr hans höndum. Þannig að
Það er náttúrulega bara aukaspyrna. Hann tekur nú bara varspyrnuna. Hér er hvað? Þetta er nú bara löglegt. Hér boltinn inn á teginu. Þetta er komið í burtu á nærsæðinu. Og þetta er skemmtileg tilþrif. Þá koma hákáingar 2, 3, eitthvað, 4 komnir þarna. Og þarna þarna hefði maður viljað sjá leikmann hákáinga setja bolta fyrir það sem voru 2, 3 komnir þarna með honum. En hann ákvað að gera þetta allt sjálfur. Góður leikmaður, en það er alltaf gaman að sjá að nota sína liðsfélaga. Og Stólarnir heppnir hann, reyndar ekki tekið á markmanni Stólana, hann varði vel. Hér komaði boltanum ekki að miðju. Já, Stólanir voru að ná boltan. Hér er brot, hákáingar fá aukaspyrnu á sínu vallarhelmingi. Þrír hákáingar á vallarhelmingi Stólana. Og þessi bolti hérna fer bara náðist í gegnum hákáing og endar í endar í höndum markmanns Stólana. En hér sækjar og hér spilar hann boltanum og þá eru hákáingar komnir í sókn, en þetta er mikilvæg vörn á allra síðustu stundu. Styttist í hálfleikinn. Það er eitthvað 2,5 mínúta í það. En þá hér kemur hörkusending og þetta er frábær afgreiðsla. Flott sókn og hákáingar komnir í 2-0. Og þetta kemur þegar 2 mínútur eru til leikhlés. Og alveg klárt að Stólar þurfa helst 1 mark fyrir leikhlé. Já. Og annað er víst að þjálfari Stólana þarf að púsla þeim aðeins betur saman hérna fyrir seinni hálfleikinn. Hér eru þeir konur í fína stöðu. Hérna þarf hann að já, hann er ekkert að spila hann á leikmann, en í staðinn þá setur hann boltan bara út af og sjáum að leikmenn mínúta eftir þessum bráðfjóra fyrri hálfleik. Byrjaði nú ekkert allt og skemmtilega, en þeir hafa svo sannarlega breytt því þessir frábæru strákarinn á vellinum og konum með 2 mörk hérna leik. Þau komu bæði frá HK og hér geta HK með bara bættu marki. Þeir eru að komast í gegn og þetta er glæsileg afgreiðsla. Þetta var þessi Stólarnir máttu alls ekki lenda í. Það var að fá 3. marki á sig fyrir leikhlé og það hefði nú frekar ætla að vera þannig að Stólarnir hefði þurft að minnka munin til þess að fá þetta í alvöru leik eða alvöru sérháleik, en í staðinn þá refsa hákáingar og eru komnir í nokkuð þægilega stöðu. Hér er lítið eftir og leiktíminn er liðinn. Já, þetta var skrítið tímasetning til að flauta.
Stólar að fá hérna loka tækifæri fyrri hálfleik þegar dómarar flautar þetta af. En Stólarnir þurfa að púsla sig aðeins betur saman fyrir síðari hálfleikinn. Og þá síðasti hálfleikurinn í dag kominn af stað og Stólarnir byrja þetta krafti og þeir eru búin að skora. Tíminn er ekki eins og hún í gangana hjá okkur, en þetta það besta sem gæti komið fyrir leikinn. Það var mark frá Stólanum og já, einhverja 5 sekúndur liðnar þegar þeir skoraði þetta mark. Enda tóku þessir fínan tíma í leiklinu. Þjálfarar Stólarna hafa sagt þeim nákvæmlega hvað ætti að gera. Þeir hafa farið vel eftir þeim fyrirmælum og byrja hana síðari hálfleik eins vel og hægt er. Það er spurning hvernig HK-ingar eiga eftir að svara þessu. Hér hörku barátta hérna við enda línu, en við sýnist þessi bolti vera í öruggum höndum á markmanni Stólarna. Mínúta leiðin af þessum síðari hálfleik og hér eru Stólarnir alveg að sleppa í gegn, en góð vörn hjá HK-ingum. Já, HK greiða þetta. Menn lengi að meðtaka þessi skilaboð. Boltinn hérna ekki út af, en hér geta HK-ingar skotið. Bíðum við það og róa þetta aðeins niður hérna. En hér geta Stólarnir sótt hratt. Fínn bolti upp og önnur góð sending, en þarna kemst HK-ingur fyrir á síðustu stundu og kemur boltanum í innkast. Og alveg klárt mála, drengirnir frá Sauðárkróki eru ekki að fara að gefast upp. Þeir geta hætt þegar dómarinn er búinn að flauta leikinn af, en þangað til halda þeir áfram. Og þetta endar í markspyrnu frá marki HK-inga. Hér eru HK-ingar tæpir í öftustu línu.
koma þó boltanum burt og alla leið bara út af. Ég held að Stólarnir eigi þetta innkast. Hér fá Stólarnir innkast og þessi boltinn á tegin en HK-ingar koma þessu í burtu. Já, allt annað sá til Stólarna í síðari hálfleik. Hér kemur bolti fram. HK-ingar sækja hérna 3 á 2 og hér kemur boltin inn í en öruggur markmaður Stólarna kemur í veg fyrir frekari óhöpp í vörninni. Og hér geta Stólarnir refsað en HK-ingar og hérna er tæklingin og hérna er dauðafæri en vel varið á markmanni HK-ingum. Hér liggur HK-ingar eftir. Sé nú ekki alveg hvað kom fyrir. Þeir bara stappi hann stálinu og hann er klár í þessa loka mínútur. Þeir eru bara búin að taka innkasti fljótt. Hérna Stólarnir með boltan, komin upp kantinn og hér getur skapast hætta. Nú þurfa að fljótra að losa boltan. Þessi sending ekki alveg nógu góð. Já, strákar eru að fara. Hér eiga HK-ingar innkastið. Þeir missa hann. Stólarnir Stólarnir komast inn í þetta og hörku skot en þessi bolti fer rétt yfir markið. Stólarnir vita það að það er nóg eftir þessu leik, heilar 20 mínútur sem þýðir að þeir eiga góðan möguleika og mark sem allra fyrst frá Stólarnum gjörbreytir þessu leik. Hérna geta HK-ingar sótt. Þeir eru konur hérna 4 fram en já, Hald fá boltan aftur þarna í fætur og hér er stór hætta á ferðum og þeir eru að skora. Þessi bolt er inni og HK-ingar að refsa Stólarnum og eru konur í 4-1 forystu og það er afar þægileg forysta. Láttum við þekkja það. Og nú er róðurinn mun þyngri fyrir Stólarna. En þeir mega ekki gefast upp. Og segjum sem svo að það komi gerist eitthvað ótrúlegt og Stólarnir jafnilega leik að þá förum við í vítaspyrnukeppni. En til þess að við förum í vítaspyrnukeppni þurfa Stólarnir að skora 3 mörk og alls ekki að missa boltan þessu svæði. Þannig að HK-ingar geta núna sótt. Hann heldur boltan hann vel inn á og vinnur innkastið. Hér já, boltinn virðist ekki alltaf fara á þessu svæði. Boltinn bara fastur hana og fer út af hérna nokkur sem er rauð á sama stað. Og
hér kemur fínn boltinn á teiginn og þessi bolti endar í höndunum á markmanni Stólan. Hann þarf að vera fljótur að koma í leik. Gerir það, hörku bolti hérna fram. Hérna fær Hákongur boltan í hendina, sást alla leið til mín og dómarinn sá það jafnvel og ég dæmdi aukaspyrnu. Tíminn líður og hann tikkar svo sannarlega með Hákongum sem hafa hérna 3 marka fórustu. En það spurði hvað hún endist lengi. Hér kemur hörkuboltinn á teiginn og þarna nær hann ekki að setja, já, hann með hú á haustum, þannig að hann nær ekki að setja húna í boltan og mjög nálægt að skalla boltan hana, og ef hann hefði hitt boltan þá hefði boltinn á öllu líkindum farið inn og Hákongar heppnir. 6 mínútur eftir hérna hjá okkur, síðustu 6 mínúturnar í dag. Hér geta Stólarnir, hann alltaf bara, hliður ekki skot. Það verður skemmtilega að sjá sleggju. En þá koma Hákongar. Þetta er stærðarmunur og hér, já, Hákongar ætlar ekki að gefa sig þarna. Og Stólarnir fljótir í sókn og hér er eitthvað að opnast, flottu bolti utanfótar og þeir eru með skot sem markmaður Hákonga ver stórglæsilega. Erfitt að fá bolta svona fastan á nærstöngina og hann gerir bara ótrúlega vel og kemur boltanum beinustu leið aftur fyrir og Stólarnir fá hornspyrnu. Hér er flottu boltinn á teiginn en hann á nærsvæðið og hann er skallar í burtu. Frábært kvöldaður hérna á Akureyri með besta móti, svipað á N1 mótið. Og hér eru Hákongar í sókn, snúa, það er ekkert að þessu. Stólarnir fljótur að koma boltanum í leik. Hér þurfa að nýta þetta en gera það ekki alveg nógu vel hana. Og hér vinna Hákongar boltan og hér ætlar hann bara að hlaði skot, hörku skot en vel varið. Frábært hann að báðum leikmönnum að ná hérna hörku skoti upp úr engu og frábærlega varið. Hér veit ég ekki af hverju Tindastóllinn eða Stólamaðurinn sparkar boltanum út af. Það er önnur saga, allt önnur. Og hér er eitthvað dauðafæri og ótrúlegt en satt þá fer þessi bolt ekki inn. Og það eru, hérna kemur þvílíkt skot þarna fyrir aftan miðju frá Hákongum. Og ég get sagt að það munaði ekki miklu þarna að boltinn hefði farið inn. Ótrúlegt skot og bara upp á gaman að hefði verið ótrúlega gaman að sjá þennan bolta fara inn. En þá eru Hákongar enn og aftur á leiðinni í sókn en Stólandi gera vel að stoppa og vinna innkastið. Hér vinna Hákongar enn og aftur boltan og þetta skot er laust og markmaðurinn heldur hann örugglega. Hér er Stólamaður á leiðan að sleppa í gegn en hann með skotið þessi markmaður. Býtu, var hann á boltan? Jú, hann varði boltan það fyrir utan teig. Já.
Dómarinn beitti hagnaðinum og leiði leiknum aðeins að fljóta. En klárt að hann tók hann með höndu fyrir utan teig. Það er náttúrulega stránglega bannað. Svo Stólandi fá hérna aukaspyrnu á mjög góðu stað, stórhættulegu staður. 2 mínútur eftir. Það er nú bara gaman fyrir þessa síðustu mínútur að fá mark. Og hér er hörkuskot en þessi bolti yfir markið. Og það segir svo nú bara sjálft að tíminn er gjörsamlega að tikka með hákáingum. Hérna eru Stólar að sleppa í gegn. Ná boltana vel og þetta er ótrúlegt færi. Stólandi vilja fá víti sýnist mér en fá ekki. Og það er minna en mínútu eftir þessu leik. Og það er hornspyrna. Hornspyrna sem Stólandi fá. Og þessi bolti enn og aftur á nær. Hér fær hann annað tækifæri til að koma boltanum inn í. Tekur hann þetta út. Og hér eru Stólanir með skemmtileg tilþrif. Og þetta er mark. Skemmtilegt og bara gaman fyrir Stólana að skora hérna að öllu líkindum síðasta mark leiksins og síðasta markið á KA-TV í dag. Og fínt fyrir að skora eitt svona sárabóta mark. Dómar auðvitað þessi tekið á réttu stað. Það skiptir ekki öllu máli hér. Og af hverju hann flautar þetta ekki af? Hér ætti hann að flauta þetta af. Gerir það. Leik lokið. Það eru hákáingar sem fara með 4-2 sigur á Hólmi í bráðfjöruðum leik. Og það er ekki fleiri leikjar á dagskrá hjá KA-TV í dag. Við bara þökkum kærlega fyrir áhorfið og segjum góða nótt.